Velkomin í eftirvaktina, sjálfur heiti ég Birgir Olgeirsson og með mér eru Kristján, Baldur og... Breytist ekki? Það breytist ekki, Nei. ekki frekar en fyrir daginn. Því miður. Og nú er komið að þættinu sem að ég vil meina að Kristján og Baldur eru spenntasti fyrir. Jú. Og það sérstaklega Baldur. Jú, mikill matmaður Því í dag ætlum við að tala mat og hvernig við eldum hann. Og til þess höfum við fengið hingað mjög sérstakann gest sem að held ég alveg ótrúlega góður í að elda mat. Já, mætti að segja það. Og ég ætla ekki að halda það, ég ætla bara að fullyrða það. Já, við talum bara kokkur ásins og landsliðinu og unnið á mörgu veitingastöðum og veislið þjónustu og allt í gangi. Nákvæmlega. Ef að fá hann til að kynna sér leik sinna. Já, ég heiti sem sagt Sindri Guðbrandur Sigurðsson og Velkomin. kokkur. Hvað Sindri, við kannski byrjum á þér bara, hvað ástæðan fyrir mat, hvað og eldamennsku og eldhúsinu, hvaðan kemur þetta allt? Ég ekki alveg viss, en mamma mín búin að eigna sér þetta svona svolítið, Já, við verðum að gefa henni það. Já, en ég held að ég hafi bara eins og flestir sem að enda í kannski þessum bransa, svona kannski smá tíndur og svona óvart byrjað, það var bara, þú veist, íþróttum og fótbolta og allt þetta og síðan fór í framhaldsskóla og gekk ekki upp og svona byrjaði að prófa og festist, Fannst ástæðan svolítið bara í þessu? Já. Það bara... Hvað ertu þá, sem sagt, bara, byrjum kannski líka bara, hvaðan ertu? Ég frá Ólafsvík. Ólafsvík? Snæfellsnesi? Já. Ég spilaði á sjómandarshátti þannig daginn. Það gælir bara gott fólk frá Ólafsvík. Það nefnilega fólk sem kann að skemmta sér. Já, það geggjað. Þetta geggjað. Geggjað að fara að vestur og hitta alla. Ok, og hvað Myndi þú segja, Biggi, að þetta væri að fara vestur? Þú sem Bolvíkingur. Aldrei. Ég á nefnilega félaga tvo sem þú geti kannast við bræður, Samúel Karl Ólafsson og Stefán Örn Ólafsson. En þeir eru að grunda fyrir, þeir eru alltaf að segja, ég er að fara vestur, ég er bara hættu. Já, ok, ég skal hætta þig. Nei, ekki þú má gera það sem þú vilt. Þú er gestur okkar í dag, þú gerir það. En og hvað sést þetta, þú ert elst upp á Ólafsvík og ert þar í fótbolta eins og þú segir og hvað sjómennskunni og þetta líka það? Nei, ég verði svona sjóugur að labba á bryggju, þannig að ég myndi ekki hætta mér í það, Já. En jú, bara byrjaði að vinna eitthvað aðeins í fiski með því að vera í fótbolta og síðan fór ég akkurat í framhaldsskólan í Grundarfirði og ég var rekinn þaðan, þannig að ég var sendur í bæinn, bara beint í grundindina í matreiðslu, Já, fínt að senda þess að vandrar að gemsa þangað. Já. Það er bara eldavinur. Akkurat. En kannski ef við tölum mómenti, þegar þú svona byrjar að uppgöta, það getur nú verið eitthvað í því að elda mat. Þú veist, ertu svo ég að þú prófar að setja ost ofan á samloku og komið krokkmann 7 og þú bara herðir god damn. I'm a genius. Jú, það er alveg rétt hjá þér, en þegar ég flutti fyrst í bæinn þá var ég bara 16 ára og flyttin til félaga minna, og þá erum við byrjað eitthvað að prófa að elda eitthvað sjálfur og blanda eitthvað saman og þú veist, oft eitthvað vont, en þegar maður náði eitthvað góð mamma bara, þú veist, ekki að grínast. Einmitt. Geðvegt. Það var bara að búka til. Já. En hvað svona, þú veist, og þú fer í bæinn 16 ára, byrjar ekki að prófa áfram, þú veist, hvar ferði fyrsta svona gig á stað? Það var akkurat mamma sem sótt fyrir mig á Perlunni og ég lærði þar. Það fórst að nema samningar? Já. Þannig ég tók bara allt námið þar og var seinastu til að útskrifast í gömlu Perlunni þar sem gólfið snýrist í hringi. Já. Það var ekkert að pæla, varst ekki að sjóugur þar? Bara snúningum? Nei, sem betur mér snýrist eldhús eða ekki, Hvaða partur á Perlunni snýrist þá? Borðarsætin. Já. Það er eins og CN Tower, bæði Seattle og Toronto. Needle, Space Needle. Já. Ok, geggjað. Var það ekki alveg funky að vera í eldhúsi sem er að snúast? Ég hef allan að ég hef mitt borðað, ég hef aldrei fengið að upplega Perluna þegar hún snýst, en ég hef verið í öðrum turnu sem snýri, það var... Ég hef alveg tekist að fara út að borða og allt byrja að snúast, þótt að gólfið sé ekki að snúast, Já, kannski svona smá hlýðasaga, ég er svo ógeðslega lofttræddur og ég var upp í CN Tower og ég var með einhverju liði í vinnunni, og ég þorði ekki að segja henni hvað þau vildi alltaf fara að borða þarna og ég var svona bara,
ekki gera þetta og þá þá sem sagt kemur plan bara ef við ekki að fara inn okkur að drikki áður en við förum út að borða, segi ég svo ég alltaf bara komið staup á borðið þau bara, ég svona fáum ykkur staup og allir svona, akkur alltaf fóru staup bara, ná stemningur svo bara vel stresstur ekki bara þetta geðveikt og þá einmitt fann ég ekki fyrir neinu hvorki loftræslu nýja snúringum það hjálpar áfengi sigrar óttan sko áfengi sigrar óttan þetta að vera svona kvót fyrir aftan þig þetta bara þetta þú ert þess að á í Perlunni sko og ég svo áhugasam með kokka mér líður eins og að ykkur finni skemmtilegast því ég ætla svona að leyfa mér að segja þér hvað þú hugsar að mér líður eins og mest ánægjan að því að elda að sjá viðbröðin á fólki þegar borða matur sem elda er og þau eru jákvæð Já, ekki spurning, það er það ég held að það er svona ef það væri ekki þá myndi allir hætta bara ég held það sko og hvenær svona ertu að upplifa þetta fyrst er það í Perlunni eða er einhverju matabóði sem að þú bara finnur fyrir þessu það er ekkert smá gáfn að vera gestgjafi og láta fólk ráðnægt ég held sko að svona meðan ég var að læra í Perlun og svona þá einu viðbröðin sem að fekk var kannski frá vinuðinum og svona elda heima og svona en síðan bara leiðum maður útskrifast og fer að prófa að taka kannski eitthvað svona heimagigg eða veiðihús eða eitthvað þess áttar sko þannig að þú ert bara einn að greiða að gera þá fær maður allan svona allt hrósið og það verður smá óvinambindandi sko Já. Gefa manni svona inspiration í að fara lengra og halda áfram Akkurat, bara gera vel sko Áttu þér eitthvað svona signature disk eitthvað svona sem er bara Ég hef þurft oft að svara eitthvað svona signature af því að þú veist í þessum keppnum og svona sem maður farið í þá þarf maður alltaf að segja eitthvað hvað er signature þetta svona ég bara bull alltaf eitthvað það er ekkert sko síðan segir maður eitthvað síðan fer maður að segja frá því að bara hleyja manni sko bara eitthvað, þú er aldrei gert þetta sko Já, það koma hín í kokkanir og bara hvað er að tala Já, svona þekki mann best sko Já Þetta er bara þessi bull Þetta er eitthvað ógeðslega góð pælinga því ég spurði hvað er uppáhaldslægið þitt fyrst var maður bara Paranoid Android með Radiohead haldu kjafti það er Bohemian Rhapsody með Queen ég vil ekki svona reyna en já þú ert að útskrifast úr Perlunni og hvað gerur eftir það? Þá sko er ég raunni ráðinn á Sumac hjá Þráinn en það var svolítið í að staðurinn myndi opna þannig að hann reddaði mér því að aðstoða Viktor Örn fyrir Búkustór, hann var að keppa Búkus til að brúa bilið sko og sendi mér síðan að stassa í Danmörku að vinna frítt í mánuð svona þangað til að staðurinn myndi opna sko en síðan dróst þetta það lengi að ég byrjaði að vinna á Ion hótelinu á Nesjavöllum sem hann var þá að sjá líka og ég festist síðan bara þar alveg í nokkur ár og byrjaði aldrei á Sumac Já, ok, þess að Þráinn var að sjá Ion hótelinu líka Já, akkurat, á þeim tíma sko Hvernig festist maður? Er bara til líka þetta vel eða það var bara alltaf verið að hækka kaupu sko? Nei, ég held að svona ég hafa bara líka þetta vel sko. Það er bara einhvers staðar út af landi en, veist, samt ekki það land frá bænum gast keyrt bara fram og tilbaka og lítið eldhús þú vissir alltaf hvað var mikið að gera og það var svona mikið að týna eitthvað á náttúrunni og leika þér og bara gaman svona fyrir eitthvað svona ungan kokk sko. Er mikil munur að vinna á hótelveitingastað og venjaveitingastað? Náttúrulega núna Já, ég myndi segja að það sé alveg mikill munur sko. Þú veist, þú kannski á venjulegum veitingastað þá ég held að sé bara kannski minna af hópu, minna af walk-in dæmi akkurat, þú veist bara svolítið mikið hvað er margir gestir og sérstaklega út af landi sko. Hvað eru margir á hótelinu þá getur gert ráð fyrir hvað eru margir að koma að borða hér kvöldi sko.
þú fær ekki allt í einu bara kyrslu beint í andliti, bara 20 manna hópur kom inn og... Nei, akkurat. Ok. Já. Ég líka svona fengi kannski svolítið að blómstra bara einmitt að koma hana ungur og fá að leika þér áfram og fara einmitt, eins og segir, út í náttúruna, finna ráefni og hérna, ég held einmitt að það getur líka hljóma svolítið spennandi að búa til eitthvað út af því. Já, ekki spurning, þá bara það var mjög gaman sko og hérna það var yfirgókur þá sem heitir Siggi hann á hérna veit ekki stað á Selfoss sem heitir Crisp og hann var svona búinn að vera eitthvað svona aðeins í landsliðinu og hérna fá að vera með honum líka eitthvað og þú veist þetta var bara eitthvað svona keðjuverkun sko og síðan eftir bara held ég eitthvað 1 ára eða eitthvað þá var ég bara orðin yfirgókur á staðnum. Já. Þannig ég var það var mikil viðbrigði gæti alveg verið erfitt sko en hérna læriði ógeðslega mikið sko. Einmitt, við getum trúað því að sé alveg svona einmitt að fara, þú veist, einmitt bara þú ert ekki bara að hugsa matinn, þú ert líka að fara að hugsa hina sem að vinna í kringu þig og hafa stjórn á eldhúsinu og maður hefur nú alveg séð inn í svona eldhús og svona busy kvöldum, þetta bara eins og þú veist, aðalgæðin bara eins og okkur herfóringi sko. Já, akkurat. Og þetta bara grjóthart. Já, það svona þegar það var mikið að gera, sérstaklega þessu hóteli, þá hérna svo sem að var yfir vaktinni hann var sem sagt að elda, taka á móti pöntunum og sem sagt pleita allt öllu sko. Hann varst bara með grill og allt fyrir aft að þig hann varst að elda og þú varst bara að reyna að vinna sko. 3 störf í einu. Já, bara fram og tilbaka sko. Þú veist ef maður var vel undirbúinn þá gekk þetta alveg vel sko en þegar komu svona erfið kvöld sko að þá hérna þetta eitthvað sem að maður bara læri bara ógeðslega mikið af sko. Já. Manstu kannski eftir ykkur rétt sem svona þú laðir allt og mikla vinnu í og varst bara svona, ok, ég ger þetta ekki aftur góður réttur, en þú bara svona undirbúningurinn allt og mikill. Ég bara mjög oft sko. Og hérna góða líka við að hafa haft Þráinn, þú veist, á þessum tíma sko að hann svona hann svona stabilera réttina skilur eða þú veist, þú getur tekið þetta af eða þú veist, það er betra að hafa þetta bara svona og svona bara og yfirleitt ef þetta, þú veist maður að gera of mikið sko. Já, þess að einfaldleikin, hann klikkar ekki. Nei, það er bara það er bara 100% þannig sko. Maður þarf líka alltaf einhvern svona með sér til að beisla ímyndunarafli hjá manni sko. Já, vera með einhverja mentora þannig til að sem þú hefur vantarlega verið með, þau eru fleiri en einn sem hefur svona aðeins að pússa manni í gegnum tíðina og bara gera manna til kokki sem maður eða svona vissu leiti. Nákvæmlega, það er ekki spurning. Okay. Og Þráinn á Óks. Já, hann opnaði nýja veitingastæðin að Sel. Ég smakkaði hann í síðustu viku eða eitthvað. Geggja sko. Það var eitt sem bara mind blown fyrir mig, sem var bara mest töff sem ég séð en rosalega einfalt. Það var borðin á veitingastæðinum með svona skúffu undir sem það geima hnífapörn í. Fyrir mig var þetta bara mindblown. Bara svona litli dítilar, það er hugsað út í allt annað sko. Menjúin er í plötuumslagi, þetta er bara og maturinn alltaf þegar Þráinn er nálægt það maður ekki ágjöra hvernig hann bræða sko. Maður heyrir svo mikið Þráinn hérna bara svona í fréttum og svo líka bara ég tala við þessa einn og tvo er alltaf að tala Þráinn sko. Baldur á sig þann draum að Þráinn heldi ribbæsteik í brúðkaupinu hans hérna. Já, það er hérna svona mitt plan bara til framtíðina. En hérna Þráinn þú veist, hvernig myndur þú lýsa honum? Er hann svona Zinedine Zidane kokksins eða er hann svona Aron Einar herfóringi, þú veist, hvað gerir hann svona góða? Ég held bara í grunninn er hann búin að vera bara ógeðslega duglegur og ógeðslega duglegur að bara ég veit ekki hvað ég á að byrja sko. Ég held að sé bara ég veit eiginlega ekki hvað að segja. Þetta er bara einhvern veginn dugnaður og vilji til þess að gera bara vel og síðan bara ferðast mikið, smakka mikið og er náttúrulega bara búin að gera allt sem hægt er að gera og ég held að bara uppskeri í einhverju svona eins og Sel og Óks og öllu þessu dóti og Súmag náttúrulega og öllu sem hann er að gera sko. Þetta er auðvitað svona besta æfingaprógram sem við getum fengið
í einhverju atvinnugrein að vera kokkur að þurfa að ferðast út og smakka nýja hluti og fara á bestu veitingastæðina og læra svona, öllum öðrum vinnum þá þarftu frekar að leggjast yfir fartölu eða bækur eða eitthvað en þarna færðu bara að fara til útlanda og aðeins að svona, hafa gaman. Akkurat. Og hvað, þú ert á þessu Ion hóteli og svo hvert leikur leiðin síðan til það? Já, þú sagði Danmörku, hvernig var þessi Danmörkuferð? Herru, já, þetta sem sagt bara þegar þú hefur einhvern ramma eftir að þú klára sem sagt námið, sko, þá getur þú farið á svona styrk og unnið á sem sagt veitingastöðum ekki starf út í heimi, sko og þú færð þá laun, þetta er Erasmus Plus, þetta er svona styrkur. Já, akkurat. Og já, ég fór sem sagt ég farið 2 svart, bæði til Frakklands á svona missinstað og til Danmörkur akkurat og þá ertu í rauninni bara að vinna frítt og læra, sko bara mætir á vaktina og gerir það sem er sagt í rauninni, sko. Var mikill munur á Danmörku og Frakklandi? Frakklandi, haustum á manni svona bíómyndar eldús, sko, það sem yfirkokkurinn örugglega út og kókaðar alltaf og erfiðu, sko. Hvað bíómyndir þú horfa? Sko, mér finnst ekki það mikill munur, sko. Okay. Ég held bara svona í grunninn í kannski bæði í Danmörku og Frakklandi að þá eru þeir bara miklu skipulaðri svona en Íslendingarnir, sko. Út af því að á staðinu sem ég var allavega á bæði í Frakklandi og Danmörku að þá var alltaf sama verkefni gert á hverjum degi og á þessum stað sem ég var á var hann, sko, þetta var yngsti kokkur á Norðurlandi til að fá Michelin-stjörnu, hann var yfirkokkur á Marshall, það er okkur 5 stjörnu kongahótel í Köpen og hann var held ég eitthvað kringum 20 þegar hann fekk stjörnu, sko, og síðan hætti hann þar og að opna nýjan stað og hann ætlaði að brugga bjór hann bruggaði bjóran allir sjálfur og gera matinn í par við bjórinn og það voru engir þjónar þannig að þú þurftir að læra bjórpönnuna og matinn og síðan þurftir að, ef ég var að gera þennan rétt, þurfti að labba með hann og þú veist, það var ekki borðanúmer en eitt en þú veist, á hverju kvöldi breytist borðarunin þú þurftir að vita, sko, hvaða dútti með hvernig rétt, sko. Þannig að þú fær með hennar rétt og þú ert að vera á position 4 bara 4, ég bara góð ég eitt skipti sett ég disk á vittlausan gest, sko og það var gaurinn sem átti rosínikaviar ég endaði svona yfir vegg aldrei aftur, sko af yfirkokkinum ég sagði ef þú gerir þetta aftur það ekki að vera hérna ég gerir þetta ekki aftur, sko skiljalega ég bara tók mig bara slefti bara borða staffamatinn og læriði ennþá betur en að borða rauðuna fyrir kvöldi, sko sem breytir svo hverjum degi halda mann á tánum ekkert smá mikið, sko en já, akkurat, þú veist, þá stillar sem þannig að þú ert á mánudöfum þegar minnst að gera hjá þér þá ertu svona að preppa sem mest að þegar kemur á laugardegi þegar það er minnst að gera þá var bjórskóli og eitthvað en mest að gera kvöldið það var allt klárt hráfni sem kom inn var unnið úr og þannig að í lok vikunar var ekki tilnýtt inn á kæli það er bara akkurat engin matasóðan sem bara geggjast, sko það er rosalegt en eins og segir, hann tók hana og reyfa hann síði hann yfirkokkurinn og svona, þú veist hefur þetta eins og, þú veist, maður líka spá hérna heima, þú veist, hefur þetta mildast eitthvað, eins og þetta var í gamla þetta voru ekki menna þess harðari voru ekki pönnunar bara fjúka hérna á pottanir og hérna og hvað myndir þú segja? Jú, þetta er náttúrulega múin að mildast mjög mikið, sko það var svona smjör þegar af þessu þegar ég var að læra perlunni en aldrei svona mikið eins og þess að sögu segja, sko hefur eflaust örugglega verið, sko en ég held að svona í dag sé þetta bara alveg útdautt, sko það er sem bara góð þróun, sko þótt að allir mínir bestu fótboltaþjálfarar þegar ég var yngri það voru gaurar sem voru akkurat svona gamla skóla týpur sem er bara ægi upp á 100 bara herþjálfi en það var spurningu þetta er náttúrulega betri þróun í dag að þetta sé
ekki vera að berja mann og annan bara í eldhúsinu ef þú gerir eitthvað ránt sko. Nei, akkurat. En samt sem aðeins, það verður alltaf að vera ákveðin ægi, að því annars fer allt bara í upplaust sko. Já, ekki spurning. Þetta er svona fín lína sko. Mér finnst alveg... Vinnir þú betur í skipulagi eða í svona óreiðu þegar þú fara... Allan daginn í miklu skipulagi sko. Það ekki? Já, ég bara lappi hringi að vera eitthvað svona óreiða sko. Ég get það ekki sko. Nei. En hversu, þú veist, að því eins og ég er að heyra af þessu þá eru þetta kokkanám og fleira þú ert að fara í gegnum starfsjálfuna, þetta snýst mikið endurtekningu, læra aga og skipuleg vinnubrögð en einhvern veginn hljótaður að þurfa alltaf að virka í ímyndunaraflið. Þú veist, það er svona tveir hluti sem skara svolítið á, skilur, hvernig heldur þið ferskum, skilur? Akkurat. Ég held svona, allavega hvað ég gerði var að vera bara ógeðslega duglegur að fara á millistaða og bara biðjum að fá að prófa að taka vakt hér og þar, þú veist, bara frýtt, læra, hjálpa til með veislur og bara, þú veist, ég held að sem bara grunni að vera bara ógeðslega duglegur og líka bara það sem ég læriði bara strax í þegar ég var að læra í Perlunni sko, þegar ég að fara bara að gera staffamat fyrir marga sko og fyrsta skipti var að ekki að hitta í mark sko, og var svona reiði sko. Hvað varstu að bjóða upp á? Það var kallað hórupasta sko. Sjokkar að það er ekki virkað. Hvað er í því? Þetta var bara eitthvað, þú veist, ekki að ná missanum fyrir kvöldið og þú áttir að gera staffamatinn og klukkunar var mikið og byrja að sjóða past og tegur síðan eitthvað alls konar á kælun og setur í og rjóma og eitthvað. Það festist svolítið. En já, það er það sem ég gerði og þá sagði hann akkurat makstóra við mig sko, ef þú ætlar að laga þetta það bara verður að fara að elda heima hjá þér á fullu og það í alvörinni virkaði sko. Já. Og það minna elda, það ætla bara að elda fyrir sjálfa þig og fleiri eða hvað? Já, ég elda bara mig og vini mína og bara, þú veist, ég byrja að gera þetta, þú veist, þú ert að læra kokkin, þú ert kannski bara skera eitthvað grammeti eða sjóða eitthvað kartöflur og þú ert alltaf að gera bara svona eitt verkefni í einu síðan á kvöldi þá ert að setja réttinn saman sko. En ef þú ert að búa til kannski staffamat að elda heima þér, þú ert bara að búa til lasagna sem þú borðar bara strax og að smakka og þú veist, þetta var svona já, mjög góð leið til þess að svona fatta líka út á hvað það snýst. Þú getur alveg verið mjög öflugur í eldhúsi bara að preppa sko. Svona getur bragðlaukandi að vera alveg út úr kú sko. Hvernig þú veist, hvað er besta leiðin til að þróa til dæmis bragðlauka og fleira? Þú veist, í þessu, er það bara að pröfa? Já, ég held það. Bara smakka bara allt sko. Og held líka bara, þú veist, eins og á kvöldin í Perlunni eða eitthvað réttur sem ég var ekki með að smakka eða eitthvað, þá bara má ég smakka þennan, það er ekkert mál sko. Þú veist eins og ég, þegar ég fyrir á veitingastað þá panta ég alltaf að skrýtnasta sem ég sé á mat bara því ég verð að smakka það. Já, akkurat. En er einhver gluggi með bragðlaukana, þú veist, talaði um tónlist, þú hefur 20 mínútur og einum vera dauð, þú veist, er sem sagt, þú getur haldið að spila, en það gerist ekkert nýtt, þau eru orðin dauð, bara ekki lengur fersk. Ertu með svona einhver glugga í bragðlaukanum þú ert að prófa að gera eitthvað, bara ég hef 4 bita? Nei. Ekki beint? Nei, ég held ekki sko. Ég held ekki. Og síðan er sko allt annað sko, þú ert að gera kannski mat sem er á veitingastað eitthvað og síðan kannski eitthvað svona keppnis dæmi. Það er alveg gjör ólíkt sko. Já, hver er munurinn? Eða þú veist hvað er svona helst í? Ég held bara að þau leiðu að ferða að gera svona keppnismat og þetta keppa á móti mörgum sem er að, þú veist, kannski vinna á sama hráefni eða eitthvað, að ef þú veist til dæmis fyrstur, bara fyrsti diskurinn sem er dæmdur í keppninni, þá þarftu kannski að minnka saltið aðeins, en ef þú ert kannski seinastur, þá þarftu að vera kannski alveg on the edge, sko. Brimsaltur. Já, eða svona ekki. En svona, þú veist, þau eru búin að borða það svo mikið að þú veist að bragðlaukarnir orðnir svona kannski akkurat gluggi. Ónæmur kannski. Já. Akkurat. Og þú, hvað heitir þessi staður á Frakklandi? Hvað heitir hann? Hann heitir Domaine Clairefontaine. Hann er þetta er missýnistaður rétt fyrir utan Lyon í litlum bæ
sem heitir Konas Ambalan og Friðgeir sem á Eriksson og það, hann var yfirkokkur á þessum stað í ykkur tíma sko. Og alveg margir Íslendingar búin að fara hann út og stassa inn á frít og eitthvað. Akkur er það svona rangkuminn hjá mér að frakkar sé einhverju erfiðasta þjóð sem við getur hugsað til að elda fyrir það? Þeir eru mjög erfið sko. Það er bara staðurinn, þeir eru ógeðslega erfið sko. Hvað er svona erfiðast við þá? Ég held að séu bara, ég veit það ekki. Ég held að það séu alla hafnir eitthvað. Ég held að sé bara, það er bara flestir sem fá þannig tilfinningu að meldi, það margir. En er eitthvað svona kultúr hefur með svo Ítalíu, þú veist, ég pantaði mér Americano og Ítalíu og það bara kemur svo mikill svipur og þau koma með espresso og vatn og þeir segja, gerðu þetta sjálfur. Og veist, er eitthvað svona menningarn í Frakklandi eða? Nei, ekki sem ég var svona vitni af, sko, en þetta snýrist rosalega mikið svona eitthvað respekt og átt að gera þetta svona og þú mátt ekki segja þetta og gera þetta og veist, svona mikið sem maður þurfti að læra kannski stundum tíma. Lyon er náttúrulega æðisli borg. Það var mjög margir Íslendingar komið þarna, sérstaklega árið 2016 þegar EM í fótbolta var sko. Og hversu margar makarónur fyrstu þér hérna út í Lyon sem er náttúrulega fundu upp makarónur ef ég má rétt? Já, ég held að sé rétt í það sko. Jú, ég tók alveg slatta sko. Sérstaklega á staðinu sem ég var á sko. Ég overdósaði þessu þegar ég var á EM í Frakklandi sko. Bara eina sem ég borðaði, ég held ég ekki borða venlega kvöldmat sko. Þetta er líka bara allt annað en svona sem færð kannski frósinn í fristinum heima sko. Já. En lókislega mikil vinna og alltaf að gera þetta vel þá fólk bara nenni þess ekki sko. Heima sko. Það færi þetta pant þetta, selja þetta dýrt. Er þetta meira vesinn en sörur? Þetta er svona kannski svipað sko. Alveg svipað svona. Þetta er mikið sörugall eða ekki? Já. Er það ekki grínast? Það er ólöglegt að selja þær en það náttúrulega. Eða þú veist, heimabakaðar. Já, það er bara eitthvað, þú veist. Kontraband. Það er eitthvað efni í þessu bara, já, við notum Veitir hvað, mætti ég ekki bara fara og baka 600 sörur, henda þeir nokkru Facebook síðu og bara er að selja þeirna? Nei, ég held að mig ekki selja ekki nema að vera í vottuðu eldhúsi bara. Já. Það er málið það? Já, þú voru með 14 vaska. En ég menn, ég getur ekki skræða það bara. Hérna, ok, svo ertu í Danmörku. Já. Og á hvaða stað ertu þar? Hann hét Spontan. Hann var ekki opinn lengi, sko. En, já, Spontan. Í dag heitir þetta Brus. Brus er, þeir held áfram brugg, sem sagt, bruggunni. Þeir eru bruggabjóra. Já, bruggabjóra, já. Þannig að það er bara orðin eitthvað svona bara geggjað bar sko. Hvað ár er þetta orðið í Danmörku? Þetta er 2017. Ok. Og náður eitthvað, þú veist, að fylgjast með þessu Nómo og ævintýri öllu í gegnum það eða? Já. Ég er svona hjólaði eitthvað upp að staðinu og var eitthvað að fylgjast með utanfrá og eitthvað svona sko. En var kannski ekki alveg, ég held að þú myndir til dæmis vilja fara þangað sko að stassa svona þá þurfa að vera í það langan tíma sko að þú verður bara að vera í ári eða eitthvað. Já. Þetta er að fylla staðin sinna af þannig. Nóma? Já. Er þetta ekki allt sjálfbúðavinna? Jú, mestmegnis sko. Er þetta ekki bara til að fá þetta á ferilskrárna og svo getur þú farið eftir þetta hvert sem er sko? Jú, akkurat. En síðan er náttúrulega bara, þetta er alveg mikill svona, sérstaklega heima sko, þú veist. Að fara að stassa er að þú ferð að vinna frít og síðan er mjög margir sem segja ég var að vinna á mér sínum stað þannig varst ekki að vinna, varst þannig að frít. Getur að vera til dæmis eins og ég var í Kaupmannahöfn og ég var að spyrja hvað allt borða ég segi það var hambúrgara þá svona já ég veit staðinn fyrir þig og förum okkur hambúrgarstað sem heitir Pulp og þá var allir bara já þetta er staðinn sem að Nóma-gaurarnir voru með var það þá stofnundur Nómo eða þá einhverju gaurar sem að hafa bara ég held að eigandinn að fengi einhverja svona starfsmenn með sér í að græja þetta bara og hann sé bara eigandi. Já. Ég var ekki að heyra að þeir voru að klára núna held ég hvað var það, í maí eða eitthvað síðustu opnin hjá í Danmörku. Ég heldur að ætla að sko ekki opna næsta ári, heldur að reyna að finna upp nýtt bragð
Já, þeir sem bara, þú veist, bara eitthvað sem ekki til eins og, þú veist, umami og eitthvað þannig dæmi, bara að reyna að finna upp gjössalega nýtt bragð. Bara að finna upp nýtt frumefni. Já, eða bara nýjan lit, bara, herri, hérna, þú veist, nýjan frumlit. Akkurat. En hvað segir svona? Er þetta leikþáttur eða er þetta alvöru? Þú veist, er hann á búið til konsept sem að þú veist bara, konceptið er stærri maturinn í rauninni? Eða er þetta svirði? Ég hef aldrei borðað hana, sko. Allavega þegar ég persónulega sé matinn sem í búið hana, þá langar mig ekkert sérstaklega mikið að borða en ég mynd, ef mér boðið frítt, sko, þá myndi ég alveg láta vaða en ég ekki alveg til að borga fyrir það, sko. En ég held að hann sé, ég næði ekki svona hald í við staðinn, sko, því hann lokaði í Danmörku, sko, og opnaði síðan, held ég, seinast í Los Angeles og voru þar eitthvað að gera eitthvað kaktus og eitthvað fiðrindum og eitthvað og síðan lokaði það og það, þú veist, næst opnaði örugglega á Grænlandi eitthvað. Já, þú getur ímyndaðir svipinn á bolvíkingnum bygga þegar maður borgar hamburger og pölp og fara lífrænt kók. Ég var bara, herri, ég kom svona kókur maður, hvað næstu McDonald's bara? En já, og svo líka leiðin heim eða hvað ertu lengi að úti? Já, þetta var bara þessi mánuður og síðan kem ég heim og þá fer ég í svona 3 mánuði að hjálpa strákanum að kokka á hann Tryggvagötu. Þannig að þar í smá stund. Það eru hamborgarar. Já, það eru hamborgarar og alls konar þetta, veist, uppáldið mitt á Blas Rocca og kókupás með rom skot í. Það var hellinga liði sem kom og borgaði þetta. Bara keypti þetta á fullu, sko. 390 kall. Já, þetta var svona alls konar. Þetta var mjög gaman, sko. Að prófa að taka bara beint eftir eitthvað svona Danmerkur Michelin-dæmi yfir í svona hefðbundnari eldhús. Já, akkurat. Burgerarnir líka á ákveðnum tímapunkti voru bara sturlaðir, sko. Það var alltaf verið að finna upp eitthvað nýtt. Og Le Coq, ertu þar í ár eða einhverja mánuði? Nei, ég var bara eitthvað svona í cirka 3 mánuði og síðan fór ég bara aftur að vinna á Æjanhótelinu. Komin heim. Já. Back home. Já. Þarfst þú ekki bara að taka þessu Æjanhótel eða hvað? Nei. En það var, jú, það var gaman en það er bara liðið. Allt hefur sér liðið tíma. En akkurat. Innspurning með Le Coq, það því þið voru líka svona bakari líka. Já. Varst eitthvað involverið í það líka? Nei, bara ekkert, sko. Það er hann Markus sem bara með það, sko. Já. Þannig að þú veist ekkert að taka bakaravaktirnar bara klukkan 4:30 að vakna og... Nei. Nei, alls ekki, sko. En hann er, sem sagt, kokkur sem var á mat og drikk og eitthvað svona og bara festist í þessu, sko. Að baka þetta náttúrulega bara sturla hjá honum. Það er alltaf brjálað að gera. Og alltaf þegar ég ferði þangað þá fæ ég alltaf sama sjokki, sko. Hvað þetta gott, sko. Er eitthvað bíf á milli bakara og kokka, svona sem milli rafvirkja og smiða? Nei, þetta ekki, sko. Það er mutual respect. Já. Svolítið svona öðru sig vaktir á sólarhring. Já. Akkurat. Getum við ekki gert svona eins og allt fræða fólk er að gera? Það er að gera svona búið til svona boxbarda. Það er að fá peningi, getur við ekki fengið bara Gulla Bakar og Sigga Hall bara í ringinu? Ég held að Siggi Hall myndi róta. Siggi Hall ykkur það. Ég held að það sé ekki hægt að róta Sigga Hall. Og hvað, en fer þá hugur svona leita til langar að gera eitthvað sjálfur eða hvernig svona þróast þetta hjá þér? Já, ég tek ég er að reyna muna eitthvað svona tímalínuna, sko, en ég fer frá Æjon síðan á veitingastað sem heitir Héðinn og hjálpa að opna hann sem var opinn í eitthvað stuttan tíma, sko, en hann er sturla flottur líka. Já, og flottur, sko. Þetta er ekki þessi loftkastelin og... Jú. Byrjaði ógeðslega vel, bara brjála að gera og svona og síðan bara já, ég held að það verði kannski aðeins svo stór biti, sko. Þetta var svolítið mikið koncept, sko. Ég var svolítið gegnum hinna vinnuna mína þar sem að við komum svolítið með mikið af hópum og blaðamönnum og það var lýsa, sko, fyrir mig hvernig ætlaði að gera matjurtagarata fyrir utan og þetta var
þetta var mjög impressive hugmyndi sko, og hvað átt að gera þarna? Akkurat, svona stóri draumar og eitthvað alls konar sko, en síðan erum við bara oft bara og fá fyrir eitthvað svona Akkurat. já, High concept. já, en bara flott að einhverjir láta allavega vaða sko. Já. Ég fór hann alveg 3 og 4 sinum, maturinn alltaf bara geggjaði sko. Já, Það var líka bara, staðurinn var ekkert smá flottur að innan sko. já, maður styrlaður bara geggja sko. Ég man ég var hérna í mat með kollegum og viðskiptavinnum sko, blaðamannum og það var 7 rétta máltíð með vínpörun og svo einn framkvæmdastjóri við hliðina á mér og við erum komin í 5. vínið og þá byrjar hann, já þetta er úr argentínskum birkiviði sem að þú veist, einhver bóndi þarna gerði eitthvað svona og við erum að hlusta á ræðina Halla svona framkvæmdastjórinn sér upp að mér og segir getur hann ekki bara sagt með prósentuna það var aðeins lið á kvöldið það verið gaman. Þetta er ástæðan okkur ég held mér í æfingu svo ég geti verið virðulegur þegar kemur að 7 rétta vínpörun sko. bara sem að geti haldið andliti sko. Þetta verið til í 7 rétta vínpörun núna. það var, ég verið að segja, það var mjög næs Við ætlum að færa það bara alveg. já, á ég að bjóða þér í 7 para vínpörun 7 para vínpörun 7 rétta vínpörun Já, hljómaði svolítið eins og eitthvað swingerstæmi sko. já, ég 7 para vínpörun var að slaka á þessu peppæt sko, þetta er alveg komið og hérðin þú ert þar með hvað heita þér aftur Elli og Viggo já, Elli og Viggo akkurat. Og fer eitthvað meira með þeim eða ertu bara að fara eitthvað annað? Nei, ég var með þeim í alveg, ég veit ekki hvað, alveg til 2000 og ég man ekki alveg hvað sko, en ég hætti hjá þeim og sem sagt fyrir að stofna sjálfur svona vistviðnustufyrirtæki sem heitir Flóra og meðfram því að stofna það þá ákveði ég að fara að keppa fyrir Íslands hönd í Búkustór. Búkustór, hvað er það? Þetta er í rauninni bara svona stæðsta og svona virtasta bara svona matlæsta keppni í heiminum sko. Og þú það sem einkennir þessa keppni svona mest er að þú þarft svona að setja matinn á svona stórt svona í rauninni fat yfirleitt gert á silfri og keppir sem sagt í Evrópuriðli og komast 10 lönd af 20 áfram í sem sagt úrslitakeppnina og Ísland hefur bara alltaf náð áfram í Lyon sko sem er bara geggjað og ef þú ákveður að fara í þessa keppni að þá í rauninni leggur bara 2 ár undir bara fyrir það og þú getur unnið eitthvað með því sko en það er mjög svona takmarkað sko. Og hvernig lifur þú þá? Hvað þú veist, hvað ertu með tekjur og meðan? Sko það sem að var sem sagt gott fyrir mig að hafa stofnað þetta veislunustu fyrirtæki er að Sigurjón sem hafa sagt keppt á undan mér sem á þetta sem sagt með mér og var þjálfari minn í keppninni að hann var að klára sjálfur að keppa að þá gat ég þú veist, kannski notað eitthvað dót frá honum og síðan púsluðu þessu bara saman þannig að ég var á launum en hann var bara mikið að þú veist, vinna fyrir okkur báða sko og mjög liðlegur að hjálpa mér með þess að allt sem þurfti að gera til þess að láta það bara ganga upp og meðfram því að mæta á æfingar og smakka matinn og hitta þetta sko þannig að þetta var bara í rauninni mikið púsluspil en bara þetta gekk upp einhvern veginn á hnefanum sko. Já. Hljómar þess að toppmaður. Já, ég bara geggjað sko. Já. Bara algjör snill sko. Já, þið eru tveir núna með Flóru Veislu þjónustunni í dag og það er bara að lagja. Já, það er bara eins og maður segir, maður leiðist ekki neitt sko. Hvað er að bjóða upp á? Bara allt sko, við erum með svona mikið að svona pinnaveislum, brúðkaupum, sjáum matinn í veislum í Viðey og Iðnó og Hannesholti og bara ég er örugglega að gleyma einhverju helling sko en já, bara alls konar
held bara að nóg að gera. heimahúsum og út á landi og Já. látsum og Manstu eftir sjá með veiðuhús og svona skrýtnum fyrirspurnum fyrir ákveðna vinslur sem stóð upp úr eða? Já, það er hendalust Engir tómatar. Já, bara sem fólk Sjá geta eftir í hug panta þú veist, yfirleitt er svona pinnamatur svona dæmi, við erum allavega hjá okkur ákveðum bara að gera bara 99% allt frá grunni sko og yfirleitt svona matun sem stendur og svona er eitthvað brauðdót sko. Minnst mjög fyndið að fólk byrja að biðja glútenfrítt og eitthvað, þú veist, eða pantar eitthvað seðil sem er basically bara eitthvað kjúklingur og vöflu og eitthvað þetta og míniburger og eitthvað og síðan bara, en er hægt að fá þetta glútenfrítt? Það er svona getur verið erfitt og síðan náttúrulega bara fólk sem er að reyna að panta mat út á landi og ætlast til að hann sé skuttlaður eða eitthvað það er alls konar sko. Egilsstaði bara Ég sendi þetta bara með flugi Eitthvað svona mér er að hugsa einmitt svona skrýtnasta svona þjónusta eða eitthvað sem þú komið fyrir því í eldhúsinu, bara svona einhver upplifun klikkaður á einhverjum disk eitthvað fáranlega eða eitthvað Sko já, ég verði að segja þess að það sem er svona það sem er svona vandræðalegasta sem ég lenti í var þegar ég var að vinna í veiðihúsi í Langá og Gordon Ramsay kemur og er að borða og það er kona sem sér morgumatinn og síðan á hún að baka eitthvað fyrir satt kaffitíman og hún gerði eitthvað svona rappa bara eitthvað svona pæ og ég fer með það fram sko eins og ég hafi gert það og hann var bara er þetta mínuskrift? Nei, það er bara eldri kona fyrir aftan sem gerði þetta sko og ég held hún sé ekki að gera þínu skrift og ég fer inn í eldhús og spyr hann eitthvað hvað er uppskriftin og hún sagði ég er ekki með uppskrift ok, damn it ég verði til að eiga þessu uppskrift og hann segir ég ætla að fá þetta aftur morgun bara heimtar ég ætla að fá þetta aftur á morgun ok og ég læt hann að vita og hann bara heimtar að fá þetta aftur á morgun bara úkið að slánaður hann frammi og síðan vakna ég daginn eftir og er bara að græja hádegismatinn fyrir hann hollið og endalust að gætum og eitthvað og hún er búin að græja þetta rappa bara pæ og hún segir eitthvað við mig þetta er aðeins minna sætt enn í gær ég alveg, nei, þetta áttur alveg eins þetta hlýtur að slæta maður og að geta bara þegar með þetta fram og síðan kemur hann inn bara dude, ég bara hvað það er salt í staðinn fyrir sykur ég bara var eitthvað að reyna ég ger þetta ekki hún ger þetta henda gömlu konu undir rútuna Er það honest mistake eða þú veist hvað eða bara ætla ég skilir því sko þú segir einhvern veginn að þetta sé aðeins minna sætt ruggast hann bara ég bara er ekki alveg viss sko hvað það gerst sko ég var bara að gera þetta viljandi Já, kannski ég var bara fokkið þér já þetta var svolítið vandræðilegt sko en hann fór síðan bara að hlæja sko Já Hvað sér alltaf honum baldinu? Nei, fyrir ekki byggjum Nei, ég verði með neitt sko Nei, ég ætla bara að spyrja betur út í þessar keppnir bara þú veist, hvernig fer maður fyrir Íslands hönd á keppa á virtustu keppni heims einn af þeim allavega ég svona held þetta sé bara ég fór og fekk að vera aðeins með Viktor þegar hann fer sjálfur hann lendi 3. sæti í þessari keppni sem er ruglað sem búkast og já, hann lendi 3. sæti í keppninni sko og Hákon Már sem var svona Essensi og eitthvað hann var líka eins og 3. sæti þannig til þess að vera velunapalli í þessu og já, ég var sérst að bara aðstofa þar og síðan var þetta einhvern veginn bara markmið hjá mér ég fóð bara í all in í svona keppnismællisli í svolítið tíma bæði bara
kokkilandsliðinu og þá fara í alla keppni sem bara verið boðið sko, bara eftir þetta ásins og allt þetta dóti síðan alltaf vann ég kokkur ásins 2023 og var með það markmið sko að sem sagt vinna þá keppni að þá ætlaði ég bara svona að þá fannst mér eins og ég ætti að mega fá að keppa í Búkus og það bara einhvern veginn gekk upp sko. Það Búkus stór svona akademi í Íslandi sem heldur utan svona keppandan og keppnin og svona og það eru bara svona elita mjög góðum kokkum sko og þeir bara treystu mér fyrir því að fara sko þannig að það svona almennt út í heimi keppnum hver fær að fara en hérna heima þetta aðeins þú veist, flóknar út af því að þú þarft að borga bara fyrir mikið af þessu sjálfur fara náttúrulega eitthvað en þetta alveg mikið kannski svona högg á því fjárhagslega persónulega en ég horfa þetta bara meira á svona sem kannski svona langtíma fjárfestingu og að fá að fara hann út þetta náttúrulega bara rosalega virt keppni í Fraklandi sko og þú veist, veit mjög fáir hvað þetta hérna heima sko en þegar þú færði hann út og þú veist, það voru til dæmis þegar ég var að keppa í Líón, þú veist, það voru 15.000 manns að horfa sko þetta bara eins og að vera okkur fótbolta En og ef þið gengur vel í þessari keppni er þetta set for life þá? Ég myndi segja sko ef þú gerir eitthvað bara stendur þig vel sko þá getur þetta bara breytt bara mjög miklu hjá þér sko eins og Viktor til dæmis eftir þetta ég held að stofna Lux veitingar stuttu eftir þetta og það bara það búið að ganga mjög vel í honum sko Siggi Lauf sem á hann að Lóla hann fór eins og hann búinn að vera 2 svar hann var í 5. sæti og 4. sæti það ágætt þú veist þannig að þeir sem að hafa kannski farið í þetta fyrir Ísland þeir eru allir að vinna okkur stöðum eða gera eitthvað svona að viti þetta bara svona ákveðin fjárfesting fyrir framtíðina akkurat hvernig samt undirbúningurinn þú sagðir hvað 2 ára undirbúningur sem var með þarna fyrir þetta þetta svona með kannski einhverjum svona hlífum þetta sem sagt svo æfið þig kannski í kannski svona 3-4 mánuði fyrir Evrópukeppnina síðan keppnin, síðan kemur heim og tekur kannski sumarið kannski part af því í frí sko til að vinna eitthvað upp og síðan byrja bara strax aftur og þetta svona og í undirbúningunum líka mjög gott að kannski vera mjög mikið svona involveraðar í sko keppninni og sem undan þér fylgjast með og læra og fá fara með út og sjá hvernig þetta virkar sko ég gera það mér finnst það frekar svona mikilvægt og síðan sko þarftu að fá þér sko silfursmið og hönnuð eiginlega með þér í þetta sko silfursmið? Já, fyrir fatið þá? Já, gerir allt svona einhvern veginn úr silfri og þeir eru náttúrulega bara á launum hjá þér sko og keppnin Evrópukeppnin í mars og aðalkeppnin Líón í janúar þannig að ég til dæmis silfursmiðar með ég á með Sæn Hafnarfirði og veist, hún var að 23. desember og örugglega eitthvað 24. og 25. og 7. bara, og þú veist, áramótunum og það var bara þú þarft bara að fara all in og þú verður bara svona það kemst bara ekkert það sko En svo líka keppnisformatið þetta bara, þú veist hvað eitthvað reglur í kringum hvað mátt gera, hvað mátt nota og þú veist og svo væntar líka tímaramið sem þú hefur til að framreiða matinn og fleira sko Akkurat, þetta er mjög svona þykk reglubók sko hvernig reglunar eru og það eru mestmegnis svona missionstjörnufrakkar að dæma þetta þannig að þeir eru mjög erfiðir og það þurfa allir að gera það sama þú færð alltaf eitthvað hráefni sem yfirleitt er ómögulegt að fá hérna á Íslandi eitthvað fiskur sem er aldrei séð eitthvað og þarft að fá kannski byrgjað eitthvað flytja inn fyrir því sko og þannig að þú veist það þurfa allir að gera sama verkefnið en þú færð það mjög stuttum fyrirvara sko
Já, færð þá með mjög stuttum fyrir kannski fyrir keppnina þannig að þú þarft í rauninni að vera bara nokkuð einn sko ímyndaðir ef það kemur fiskur þá ætla ég að gera eitthvað svona þú var búin að æfa kannski eitthvað nokkra fiska eða ef það kemur svona kjöt það líka partur æfingarferðinu sko að vera svona viðbúin þegar það kemur sko Hvað hefur verið langa tíma til að Sko ég hafði í eldhúsinu 4 klukkutíma og held í 30 mínútur þangað til ég þetta senda út svona 1 fat og eitthvað fat sem fór eitthvað tringandi svona flóki útskýra þetta sko þetta þess að ég þurfti að senda út ég þurfti að gera 2 föt og þá fór ég þetta fat og þá þurfti ég að senda það út með svona 2 svona garnis itemum sem að fór eitthvað tring og kom tilbaka og þá hafði ég 6 mínútur til að skera stykkin í 16 sneiðar og pleita réttunum og koma honum út 6 mínútur? Já. Shit, okay. Og þegar ég var að senda það út þá hafði þeir hálftíma að þú getur að senda út sko stórt fat með sko þetta var 20 cm 6 cm há innbökuð svona í degi kaka úr hreindýra læri og fóikra andalifur Okay. 2 stykki úr hreindýra lundum 1 hryggur eldar á beini sem þetta að gera svona meðlæti úr íslenskum ávöxtum síðan var svona hlíðarpottur sem þurfti að vera með fylltur af jólipasta og það þurfti að vera 2 lítra og í forréttunum áttur sko að senda þetta forréttafat og þá átti að vera 2 stykki úr sellerírót og 16 garnisar úr selleríi og sem átti fiskurinn að vera hann heitir stónbass þetta eitthvað svona fiskur sem það er ekki mikið heima sko. Þetta myndi taka mig svona viku og þú Já. gerir þetta á hvað, 4 tímum? 4 tímum sko og Ég myndi bara að fá svo mikið kvíða ég myndi að byrja að borða fiskinn sko. Já, ég veist með þess að sko, kona mín verður þreyttir ég að útskýra, hún nennir ekkert alveg hún nennir því en þetta er svolítið mikið til að taka inn sko, til að vera að segja frá sko. En það hljóma svolítið eins og við séum hérna með einmitt bara kokka á svakalega háu leveli hérna á Íslandi, þeir eru að skora svona hátt í þessum keppnum og hérna okkur ekki verið að taka hérna 0,01% þessum áfengisgjöldum og styðja þessa keppni Nákvæmlega Já, nákvæmlega Jú, það eru einhverjir byrgjarana sem að styrkja mann sem að selja eitthvað áfengi sko, en það má alveg ég má ekki segja þetta, má alveg bæti Já, jú, það er að segja þetta Og hérna, Íslandsstofa ekkert koma nált þessu neitt þannig, það er ekki neitt Þeir hafa eitthvað í eitthvað skipti komið að þessu sko en maður þarf bara að vera miklu duglegri að bara þrýsta meira sko. Ríkið kom í eitthvað tíman inn í þetta sko. En ég held bara að eina leiðin sem fólk skilji hvernig þetta og svona er bara að bjóða þeim bara örugglega að koma út og sjá þetta sko. Já. Og síðan bara, þú veist, það er svolítið erfitt að Sturluð landkynning bara fyrir Ísland sko, Ég- þegar það gengur vel allan Já, ekki bara sko landkynningin líka sko bara eitthvað fyrir fólk að sækja þegar kemur til Íslands því að þú getur séð kletta í Noregi Já, Já, og nákvæmlega þú Steina þar. getur séð fossa í Bandaríkjunum og þú getur séð eldgós líka í Bandaríkjunum sko. Þannig að það er ekki nóg að hafa bara náttúruna, þú verður að hafa afstrengu, mat og allt þetta topp level á Íslandi, þannig að þú veist, fyrir mér ætti þetta að vera þú veist, það þurfum ekki þú veist, þetta er nú ekki háprósenta sem þetta fara af ríkisútgjöldum í þetta sko. Nei, ég meina þetta er líka bara eins og þetta hljómar eins og þetta keppa hljómar ekki, þetta er bara eins og segir, virtast að keppnin og Ísland er að fara hana alltaf í einhvern veginn top 10 og þú veist, það er bara galið að fólk þurfa að halda sér uppi, finnst mér með að það er undirbúið sér fyrir að keppa fyrir Íslands hönd í þessu, þú veist, það er alltaf eins og segir, það er að setja mér í það, finnst mér Það er partur, þú veist, við erum að styrkja tónlist, við erum að styrkja bókmyndir, kvikmyndir, íþróttir Listamannalaun bara Já, auðvitað ætti einhvað af þessu að geta alveg fallaðan inn í sko bara upp á þróa í rauninni matarmenningu og veitingahúsamenningu á Íslandi sko sem að er líka bara á mjög háum stalli. Já, ég er kannski ekki heldur að tala með þetta að fara niðurgreiða veitingastæði heldur einmitt bara að styrkja menni að sækja sér þekkingu skilur til að stækka og gera bransan stærri og flottari sko.
frábær fjárfesting fyrir landið að gera það. Eða kannski ekki endilega að hann sé lélegur, heldur að halda honum bara á topp level alltaf, sko. Akkurat. Nákvæmlega. Ég er með hugmynd. Já. Við förum hérna á ribba í námskeið. Við förum hérna og tökum upp sjónvarpsþáttana. Já. Fyrir Ísland. Einmitt. Og sýnið hvað þetta geggjað. Já. Ég það eldi mig Stöð 2. Það eldi Stöð 2, ok. Kom þáttur, sko. Varst þú hann að byggja það? Nei, ég fekk ekki neitt frá skemmtilegt, sko. Þetta var þáttur sem, þetta svona stóra stundin, þetta var svona alls konar svona stóra stundir í lífi fólk, sko. Og þá Sigrún Ósk og Lúlli eldu mig í eitthvað tíma, sko, til að sýna eitthvað frá keppninni, sko. Þau voru eldu mig ég veit það ekki, bara mjög mikið, sko. Og það hljóma við fyndið það eldi mig bara mjög mikið, sko. Já, bara einu á hótelherbeggi og allt, sko. Og verður að sjá þáttinn, þá sérði ég alveg en hann eldi mig og einu hótelherbeggi. Og það daginn, sko, daginn sem að ég ætla ekki að segja þetta, daginn sem ég var að keppa, sko, og var ég náttúrulega bara tjúnaður og spenntur, sko, og ég tók svona áfengis bara svona bann að keppninni og síðan var eitthvað svona hefð að fá sér 1 bjór daginn fyrir keppnina til að róa henni bara svo sofnir og eitthvað og ég tek 1 bjór og eitthvað bara keppnina á morgun fer snemma að sofa því þú þarft að vakna, sko, eitthvað nálægt 4 um nóttina til að koma í rútu og eitthvað, sko. Keppni byrja 6 og ég er bara að fara að sofa og er búin að stilla bara endalaust af vekjarklukkum og síðan bara er ég lagstur á kottan og síðan bara ég reynt að sofna klukkan 9, síðan var klukkan 10, síðan 11, síðan 12 og síðan 1, síðan 2 og síðan var ég bara manni ekki meira fyrir klukkan 2 og við vorum með 2 herbyggi, Sigurjón og aðstofamaðurinn minn voru í einu herbyggi og ég var einn í einu öðru herbyggi en þeir vissi ekki hvað herbyggið var og það var eitthvað vesen með herbyggin þannig að herbyggið mitt var ekki mínu nafni þannig að ég svaf við mig og bara íða öllum sem tími í þetta ég sef við mig og þeir eru bara að hringja og ég er bara ekki að svara og síðan finna þér út í hvað herbyggið sem var á nafninu Coach, ég veit ekki á hverju og aðstofmaðurinn eitthvað banka og ég alveg, já ég er að koma eitthvað, shit, bara það var allir í rútina að bíða eftir mér ég hleyp út um hurðina og þú veist, klukkan er 4 um nóttina þá er gaurinn mættur með kameruna bara hvað ekki grínast þetta er í þáttinu ég er eitthvað, oh my god þú kom til herbygginu bara já, ég var ekki með að sko rennu upp buxnaklunni sko Þau náttúrulega neita að vekja því að það meira drama og vatnir ekki. Það stóð fyrir utan hurðina bara allan tíma, sko. Þetta er geggja kontent. Svona stundum hugsanlega, þannig ekki geta kliftið úr þættinum, reyna sem fólk talar heila lendi í sem þeir eru bæði, sko. Guðurinn sem svafst yfir þannig bara en það er þannig núna, sko, svona í hausnum og mér að þannig, sko, mér að keppa, hann á ekki að þurfa að vakna sjálfur. Þjálfurinn og aðstofmaðurinn er bara vekjan, þannig að hann ekki að pæla í þessu. Mikið stress að pæla, ég má ekki svo Mitt. En það er, þú veist, þetta gerist ekki aftur, sko. Fyrir neitt annan keppanda. Ég veist að taka þetta á mig svo að læra af þessu. Það er samt alveg smá rockstundum múf að láta alla bíða eftir sig, sko. Það er kannski smá plana bara. Jú. Og hvað, ertu að fara að keppa eitthvað meira eða eru svona kettisverðinu lokið eða? Já, svona já, ég er í rauninni bara búinn með allt sem að ég ætlaði mér að gera, sko. Þannig að ég ekki nema að ég bara hjálpa einhverjum öðrum, sko, sem er að fara í þessu. Kannski þjálfugögn eða já, einhver aðstóð, sko. Og er eitthvað núna Íslendingur að fara út í þetta? Snædís, sem er yfirkokkur á fröken Reykjavík, hún fór í Evrópukeppnina núna seinast í mars. Já. Og hún komst áfram, þannig að hún næst er Líón hjá henni í janúar. Við erum að fá hann í þáttinn. Ekki spurning. Ekki spurning. Klálega.
Ok, og þú ert núna með flóruna og ertu með einhverja frekari drauma að gera eitthvað skemmtilegt hérna á Íslandi eða? Svona til að byrja með bara einbeita mér að því sko. Já. Og nei, ekkert þannig sko. Spila eftir eira. Já, akkurat. Svona að reyna kannski að lifa svona aðeins hægari lífstíl. Já. Hvað þú veist, hvað svona þínu mati þarf mjög góð kokkur að hafa til að vera framúrskarandi? Ég held bara í grunninn sko bara metnaðarfullur og agaður og síðan bara tilbúin til að læra og duglegur að prófa bara alls konar sko. Ég held að sé bara svona þetta sem að skipti máli sko. Hefur þú ekkert átt svona kampaðismoment að ég hef heyrt af fólki sem að ætlaði að baka kannski lakkrísköku en að endaði með eitthvað allt annað þegar glemdi hveitinu. Þú veist, hefur þú lent í ykkur svona að þú ætlar að gera eitthvað, glemdir ykkur eða mistókst eitthvað en það var eiginlega betra fyrir vikið? Ekkert svona sem ég man eftir sko, eitthvað sérstaklega en ég endalaust gert það eitthvað mistökum sko. Já. Ég hef gert eins og ég er að keppa í Búkús og þá glimti ég að setja eitthvað kjöt í gang sem ég átti að vera elda sko, út af einhverju flóturugli sko og þurfti að hækka eitthvað vel í ofninum og var bara eitthvað tæpar að skila á tíma sko og hækkaði það mikið í kjötinu og það var það heitt að þegar ég setti það á fatið þá fer fatið svona hring, alveg 10 mínútna hring kannski. Þannig að það var rauninni sko hvíla allan tíman á fatinu. Þegar síðan fyrir á annað svona transrikaborð sko þá var það bara betra en bara besta kjöt sem ég hef gert bara af öllu æfingaferðinu, bara svona óvart. Þannig að þetta var ekki sko. Já, þannig að, jú, eitthvað þannig sko, en ég man ekki eftir eitthvað svona, eitthvað svona slísi sem ég haldi mig við sko. Þannig að dassið er ennþá að koma mönnum helviti langt í þessu. Það er svona bara... Já, veist, ég held svona í vissum hlutum er þetta bara tilfinning sko. Já. Ég held að matarallar svona yfir höfuð sé mjög mikið tilfinning sko. Og kannski annað að fara að gera eftir þetta svona, þá skiptir vigtun kannski aðeins meira máli sko. En jú, ég er alveg mikill dassari sko. Já, kærasta mín er efnafræðingur og vinnur með formur alla dag. Þegar hún eldar, það er alltaf bara dassa þess að það er ekkert mælt, það er bara að kasta það bara eftir tilfinningu sko. Það er akkurat þannig, akkurat í frönsku eldhúsi það var, missionstjörn okkar það er bara, það var engin uppskrift fyrir mig á minni stöð bara kjöt og fisk, próteinstöð og sósur okkar, það var einhver uppskriftir hann einu sko. Þetta var bara tilfinningin og smakka og... Já. Ok, og hvað, þú ættir að segja núna ég er bestur að gera hvaða rétt er þú bestur að gera? Byggir vonst eftir að segja steik og franskar sko. Já. Eða mac and cheese. Ég hef aldrei smakkað mac and cheese. Jesus. Mér langar ógeðslega mikið að smakka það samt sko. Já. Ég nefnilega er sko, það sem þeir vita ekki, ég stofnaði inn á þátt sko til að finna mig fjárfyrsta í mac and cheese stað sko. Já, ég sendi þér náttúrulega bara mynd helgina og göttubitaháttíðinu þegar ég fann mac and cheese sko. I know, ég misti á því. Þegar ég hugsa um mac and cheese þá hugsa heldur með svona bíómynda svona ógeðslega gult og eitthvað svona skrítið sko. Ertu að tala um þannig? Já, þú veit það. Hvar fær maður? Þetta er alveg góð spurning. Þeir fundu þetta á göttubitaháttíðinni. Tasty var með þetta á göttubitaháttíðinni. Okay. En ég hef nú alveg bara fengið þetta því fyrir Bandaríkjanna sko. Okkur veit ykkur stöðum þar. En sko, svo þetta er svo með ferðalög og að sækja sér innblástur. Hvaða landa ert þú að líta helst til? Þú ferð út? Náttúrulega Kaupmannahöfn er geggjað. Það er náttúrulega endalaust í búið þar og mjög góð veitingastaðir til dæmis í Stockholm. Ég held að Norðurlöndin svona höfuð sé bara mjög góð til þess að fá, þú getur bara fengið allt þar sko. Og síðan náttúrulega bara Frakkland. Ég hef aldrei farið til Ítalíu, ég langar að prófa það.
þannig að já, ég held að sé svona þetta svona merkurinn að þessu sko. Já. En þú leiðið gæðanum ekkert að svara þann. Þú talaði svo mikið mac and cheese. Hvað var það aftur? Besti réttur? Besti réttur sem veldar. Já. Besti réttun mac and cheese. Það einu svari. Ég veit það ekki sko. Ég held að fáir alltaf eitthvað svona áráttu fyrir ykkur í ykkur tíma sko, sem var það leiðilegt sko. Ég bara get ekki svarað þessu sko. En ég er mjög hrifinn að gera eitthvað fisk. Mér finnst það mjög gaman og er svona aðeins byrjaður sko, mér fannst ekkert gaman að vera að borða eitthvað steikur og eitthvað svona dót sko, en ég hef komin alveg mikið áhuga því sko eftir að ég keypti mig grill. Þannig að já, ég held að sé bara allt saman sko. Hver er lykillinn að elda góðan fisk? Ég held að það sé að elda ná lærri gráðu heldur en að svona flesti gera heima hjá sér sko. Ég er ekki líka komið tími að löglega veiðar á humri. Ég er bara býðist til því sko. Já, ég veit ekki hvað er með íslenska humrana, það er náttúrulega ætli það sé ekki bara svona með því betra ráfni bara í heiminum sko. Já, klálega. Það er svo var þetta ekki stoppað út af því að það var bara að deyja út, ég held það. Það var alltaf bara einhverja bottvörpur sem voru bara að grafa upp öll heimkynni þegar voru að eyða þetta í staðan fyrir og eyðilegðu náttúrulega bara stofnið þannig sko. Já, ok. Og hann er að koma tilbaka. Ég hef allavega fekk 3 kíló síðustu jól sko. Ok. Og svo Biggie sagði, you got a guy. Já, ég veit ekki maður. Jú, það er gaman ef það gengur upp. En er þetta lendið sama á iðnaðarmennirnir að þeir nenni ekki að hugsa húsið sitt af því að þeir vinna svo mikið við að þú bara kemur heim og ég get ekki hugsa mér að elda kvöldband í það og alltaf þetta. Ég var þannig en síðan á ég 1 árs, það verið 2 ára tvíbur á 7 ára þannig að ég verð bara elda sko. Og er alveg búin að vera frekar duglegur núna. Já. Undanfærið sko. Er það sjörétta með vínburun allavega? Nei, það er sko. En þú varst líka varst ekki liðstjóri kokkalandsins? Jú. Hvernig virkar það? Eða hvað ertu að gera í þeirri stöðu? Sko, þá ertu í rauninni sko, hjá fyrirliði kokkalandsins. Það sem þú gerir þá er að í rauninni gerir ekkert neitt meira en einhver annar sko. Þú ert kannski meira bara í samskiptum við dómarana og stjórna keyslunni af matnum út sko. Já. Þannig að já, það er svona aðalega það og kannski svona sjá að þjappa hópinn saman og halda andanum gangandi og eitthvað svona. Hvað er það, móralskur eða hvernig ferður það? Já, bara eitthvað alls konar sko. Já, svona kannski svampur fyrir hina sem er eitthvað tuða og eitthvað. Já. Þetta er eitthvað svona að keppa einmitt sko, ég elda mat sko því að fótbolta bara skorur annað fleiri mörk eða hingurinn sko og golfi annað slæriðu bara boltan í færri höggum og í hóluna heldur hingurinn. En þetta er alltaf huglægt af dómara og hverju sinni og þegar kannski þú veist að ferja svona keppni þá setja þér einhverja forsendur fyrir keppnina hvað þú þarft að uppfylla. Akkurat, þetta er sko það snýst mjög mikið vinnubrögð og hreinlændi og eitthvað og síðan er þetta náttúrulega bara útlit og bragð. Mér finnst maturistakennir í dag vera meira snúast núna en bragð. Þetta var svona meira, fannst mér kannski meira útlit sko. Þannig að svona maturistakennir í dag snúast mjög mikið bara, já, svona professional kannski vinnubrögð og og bragðið og kannski bara svona stílhreinan mat sko. Hvernig er það þá? Er það bara eitthvað dómari að horfa í allan, hvað er 4 klukkutíma eða 4,5 eða eitthvað með að breppa bara að skrifa niður á eitthvað? Já, skiptast á sko að labba á milli eldur svona kannski 7-8 dómarar sem að labba á milli og síðan að ég hef alveg dæmt í svona keppni eins og kokkarássins á Íslandi og svona að já, akkurat eins og tala svona huglægt mat og svona að svona yfirleitt er þetta ekki spurning sko hver gerði
það eru kannski 10 dómarar að dæma og yfirleitt ef einhver að gera eitthvað allt annað en allir hinir þá tekið kannski umræðum það bara af hverju ert þú að setja, þú veist, hvað var það sem þið varst gott hjá honum hér og diskuterað kannski en svona, ég held bara í 90% tilvika þá þetta svona alveg svona frekar ljóst, sko. Er dómnefndin eitthvað að spyrja það spurningar meðan þú ert að elda, þú veist, af hverju þú ert að gera þetta og þarftu að, Já, það hefur alveg verið þannig, sko. En svona, kannski ekki mikið, sko. Nei, bara ef það er eitthvað sérstætt. Já, bara af hverju þetta gera þetta svona og líka ef það er að gera eitthvað sem þið finnst vera sniðugt, sko. Það er líka að spyrja þér, sko, hvernig þetta er að gera þetta í hug og þú veist, já. Ég svona að ímynda mér að það sé jafn þakklátt starf að vera dómar í matreiðslukeppni eins og vera dómar í fótboltaleik eða það er mikið aðkast eða? Nei, ég held að sé ekkert, sko. Já. Ég held að sé ekkert aðkast eftir að vera að dæma í matreiðslu, sko. Það er ekki að henda rauða spjaldina menn. Nei. Já. Og engin svona tapsórir sem að vilja eiga við orð eftir keppnið þá? Jú, það er alltaf eitthvað, sko. Já. Bara seinast þegar ég var að keppa kokkur á sem seinast, sko, þá þekki maður alla sem var að keppa, sko, og ég var bara keyrður burt af bílastæðinu eftir að búin að tilkynna, þú veist, hver vann, sko, og vera að spyrja mann, þú veist, hvað maður getur gert betur næst og þú veist. Já, en þá bara svarar maður bara heiðarlega, sko. Já. Herru, ég held þetta fari bara að koma á lokunni á okkur. Er eitthvað sem að þið vilji hendin í lokinu? Sko, ekkert sérstaklega, kannski bara kíkja á Ion hótelið sérstaklega, held ég. Ef þú ert að mæli með því, er það ekki? Já, ég er langt sinni farið, sko, en það ég held að sé bara algjör snill, sko, kíkja á það, sko. Hópferð bara núna? Já. Bara núna? Kannski kveikir í mér að spyrja á einu, hvað er svona 5 veitingastæðir sem að verður að prófa Ísland í dag? Hvað er þínu mati? Núna Það var dipló. Nei, ég mun ekki skilja neitt, sko, það er náttúrulega allan daginn úksið. Ég hef ekki farið á Sel, en þú veist hann fellur hann inn í, ég hef það saman, sko, svo ég geti nefnt fleiri. Síðan finnst ég Lóla geggjað. Náttúrulega Skál geggjað. Og ég er að fara að gleyma ykkurum og vera ykkur út undan, sko. Nei. Mér finnst Kól geggjað góða staðir, sko. Eriksson, ég má nefna þess fleiri. Já. Mér finnst Brassi Kársnes geggjað ykkur staðir. Ég hef eftir að fara það. Já, það er svona smá French Bistro vibe. Það er geggjað. La Primavera. Sturlað. Hvort kýstu meira út að Granda eða upp á Granda, sko. Granda allan daginn. Það sé náttúrulega bara fiskfélagið. Já, ég er búin að nefna þetta allt, sko. En svona kokkar þú veist, borðar skyndibita? Já, bara ekki spurning, sko. Er eitthvað skyndibita á Íslandi bara svona kokkalega séð er bara betur en allt annað? Ég held að sé svona fyrsta sem þetta eftir huga, sko, Just Wingin' It og Júsú, sko. Ég er ekki svo vitlaus. Just Wingin' It er náttúrulega sturlað stað, sko. Það er eitthvað meira, sko. Nei. Þetta er svona fyrsta sem poppar. En þú neldir þetta. Það er bara svo leys. Vingi var ekkert að lána með hann. Hann er ekki mesti vingi, hann er ekki mesti vangjamaður í Íslandi, sko. Já, það er mega það, þetta er alveg rugglað gott, sko. Já. Herru, þá eru bara geggjað þar, bara Sindri, takk hérlega fyrir komuna og takk fyrir að koma að spjalla við okkur og þetta er bara búið að vera geggjað. Takk sem leiðis. Er ekki bara glæsilegis? Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur.